frá Íslandi voru úr öllum stéttum samfélagsins, bændur, sjómenn og vinnufólk. Fólk á öllum aldri, gift og einhleypt, friðarsinnar og uppreisnarsækir, metnaðargjarnir og tækifærissinnar. Enginn einn samfélagshópur skar sig úr hvað varðar aðstæður, mannkosti eða persónulega ástæður til að yfirgefa ættlandið. Hver landnemi fékk úthlutað 160 ekrum. Skilyrðin fyrir landnáminu var 3 ára búseta með sjáanlegar framfarir. Fyrstu landnemar í Dakóta voru flestir uppgjafabændur frá Nýja Íslandi, þar sem draumur landnemanna nýtt land fyrir íslenska þjóð átti að rætast, en árið 1875 lét kanadíska stjórnin Íslendingana hafa 16 bæjarumdæmi í gnægtalandi við strendur Winnipegvatns. Fyrsta húsið á sléttum Dakóta var lokakofi Jóhanns Hallssonar. Dæmigerð fyrst hús gerð hjá Íslendingum. Veggir voru sterk byggðir úr trjábólum með torfþaki. Húsið stóð enn aldamótin 1900 og var þá málað á listamannin Emily Walters undir leiðsögn Gunnar Hallssonar og Gísla Eilssonar sem voru báðir við að byggja það 1878. Fyrstu hús landnemanna voru frumstæðar byggingar, jafnvel með tillit til þeirra húsakynna sem þeir voru vanir heiman að, en betri hús voru byggð seinna. Landnám Íslendinga í Dakóta hófst árið 1878. Þá komu þangað 6 Íslendingar og námu land. Fyrsta bjálkakofan reistu þeir á landi Jóhanns Hallssonar og skammt frá reis Hallssons kaupstaður. Árið 1883 var opnuð póststöð á heimili Jóhanns og var kölluð Póststöðin Hallsson. Árið 1881 var Tunguársöfnuður stofnaður og 1897 var Hallssons kirkja byggð á landi Jóhanns. Smám saman var farið að kalla byggðina Hallsson í staði fyrir Tunguárbyggð. Þegar Íslendingarnir 6 könnuðu landið í Pempínsýslu fóru þeir dalverpi eða drag umlukið skógi sem opnaðist til austur með fallegum engjum. Vorið hafði verið votviðrasamt og bæði drag og engi voru undir vatni. Þeir nefndu staðinn Vík. Þar námu séra Páll Þorláksson og fjölskylda hans land á árunum 1878 og 1879. Séra Páll var einn af frumkvöðlum Víkurbyggðarinnar og hefur verið nefndur frumbyggja presturinn. Nafnið Garðar minnir á Garðar Svavarsson, víkinginn sem sigldi kringum Ísland og fann út fyrstur manna að það var eyja. Garðar hét póststöðin sem stofnsett var á heimili Eiríks Bergmanns árið 1882. Haraldur Þorláksson opnaði fyrstu verslunina í Víkurbyggð. Fyrsta póststöðin í Víkurbyggð sem opnuð var 1881 var kölluð Fjall, Mountain á ensku, og árliðið fékk byggðin nafn af henni. Víkurkirkja sem var byggð á Mountain 1884 en enn í notkun og er elsta íslenska kirkjan í Ameríku. Nafnið Garðar minnir á Garðar Svavarsson, víkinginn sem sigldi kringum Ísland og fann út fyrstur manna að það var eyja. Garðar hét póststöðin sem stofnsett var á heimili Eiríks Bergmanns árið 1882. Garðarbyggð er sunnan við Fjallabyggð og var upphaflega þekkt undir nafninu Park, en Park River rennur byggðina. Flestir landnemanna í Garðarbyggð komu frá Minnesota og Wisconsin árið 1880 og seinna frá Nýja Íslandi og Íslandi. Þorp myndaðist þar fljótlega en var flutt þangað sem það er nú, járnbrautin var lögð. Garðarsöfnuður var fyrstur stofnaður 1880 og 2 lútherskar kirkjur nú í Garðarbyggð. Sú eldri var byggð 1888. Félagslífið var heilmikið og ríkti mjög hjá Vesturförunum. Á sama tíma og íslensku landnemarnir börðust við að koma sér upp þaki yfir höfuð var greinilegt að þeir lögðu mikla áherslu á trúmálin. Eitt af fyrsta sem þau gerðu sameiginlegt var að halda messu, þann 5. desember 1878, mánuði eftir að þeir völdu sér landnámsstað og fljótlega stofnuðu þeir söfnuði og byggðu kirkjur. Séra Páll Þorláksson var andlegur og jarðneskur leiðtogi þeirra og eftirmann hans, séra Hans B. Þorgrímsson, séra Friðrik Bergmann og séra Jónas Sigurðsson höfðu umsjón með stofnun nokkurra sókna í og við landnámið. Árabil fylgdu landnemarnir og börn þeirra gömul íslensku kirkjudögum eins og 13 dögum jóla, 13. sprengidegi, öskudegi og sumardeginum 1. Þeir héldu 2. ágúst hátíðlega sem íslenska þjóðhátíðardag. Íslenskur matur og siður voru tengdir þessum dögum og haldið upp á þá.
Í dag taka Norður-Dakótar af íslensku bergi þátt í að reka glæsilega miðstöð í íslenska ríkisgarðinum við Cavalier, sem og öðrum verkefnum tengdum menningararfi þeirra, svo sem verndun Norður-Dakótaskrá menningarminja. Í gegnum tíðina hefur ekkert einkennt íslensk gestrisni fremur en kaffið. Ef gestir bar að garði eða fólk hittist var alltaf boðið upp á kaffi með íslensku meðlæti, svo sem pönnukökum og kardamömmukryddaðri vínartertu. Skemmtanir voru ýmiss konar á löngu árabili, dansleikir, leikrit, tónleikar, nestisferðir og önnur útivera og jafnvel skautapartí og alltaf boðið upp á kaffi, límoneið og meðlæti á eftir. Enn má finna ýmsa gersemar frá Íslandi og íslenskum heimilum í Dakóta. Það eru meðal útskornir kistlar og askar, nokkrar konur áttu glæsilegt gull- og silfurskart, brjóstnælur úr víravirki, belti og festar sem gerð voru af íslenskum hagleiksmönnum, erfðaskart sem gekk milli kynslóða. Sumir áttu litla bátla, járnpönnur, lampa eða kolur sem hengu í keðju og tanga. Hvala eða hákarlalýsi var áður notað í lampana sem báru einu birtuna til vinnu og daglegar starfa yfir dimmasta skammdegið. En hvað sem öðru leiði þá voru bækur mest metnu gersemannar. Sullaveiki var hræðileg plága sem plagaði Íslendinga aldir. Fólk smitaðist á sníkjuormi sem lifði í sauðfé og komst í það í gegnum hunda. Ef hundur át hrátt kjöt með ormi í og sleikti fólkið eða askana sem það borðaði upp úr, smitaðist það. Engin lækning var til og margir af landnemunum voru sullaveikir þeir komið til Ameríku, þar sem þarlendir læknar þekktu ekki sjúkdóminn. Íslensk börn fædd í Dakóta voru laus við sullaveikina og búið var að útrýma henni miðja 20. öld. Í marga áratugi fæddust flest börn í Dakóta landnáminu heima með aðstoð yfirsetukonu. Harma boðar heitir slá, hjartað þjáð og lúna, liggur voða illa á okkur báðum núna. Reyna ást og hjartans íl hef ég ekki að bjóða, en allt sem skást í mér til, áttu barnu góða. Síðan fyrst ég sá þig hér, sólskin þarf ég mig